Blessaður fyrir fólkið og velkomin með mér austur á Hérað að þessu sinni. Jæja, nú að farin að kólna og snjóa örlítið, rétt að fara í kuldagallan. Nú, Austurbrú, það svona samstarfsvettvangur sveitarfélaga með þátttöku ríkisins til þess að stemma á að ósi og reyna að sameina kraftana til framfara á Austurlandi. Nú, aðal bækistöð Austurbrúar hér á Egilsstöðum, en það eru starfsstöðvar vítt og breitt á svæðinu, allt frá Vopnafirði til Djúpavogs. Nú, Austurbrú stóð fyrir heljarmikilli ráðstefnu í Hallormsstað í síðustu viku, þar sem meðal annars var rætt sóknarfæri á Austurlandi. En Austurbrú búin að sanna tilverurétt sinn á því 1,5 ári sem hún hefur starfað? Já, ég tel það. Austurbrú sé nú búin að sanna sig á þessu 1,5 ári síðan hún var stofnuð. Hún hefur tekist á við nokkur rannsóknarverkefni, atvinnuuppbyggingu og náttúrulega menntun og menningu og hefur staðið sem prýði í því og við erum bara eflast og styrkjast. Standið hérna fyrir myndarlegri ráðstefnu, mikið hefur verið rætt. Eru ónýtt sóknarfæri fyrir Austfirðinga? Já, ég hef nú lengi talið að Austurland sé geymt en ekki gleymt tækifæri fyrir Ísland. Hér fjöldinn allir á auðlindum sem ekki hafa verið nýttar sem skyldi. Og með þessari ráðstefnu þá erum við svona að vekja athygli á þeim mannauð og þeim auðlindum sem að búa í náttúru og nærumhverfi okkar. Og ekki síst að þau tækifæri sem að munu felast í pólsiglingum og þjónustu við þær. Og svo náttúrulega olíuauðlindina sem að óhjákvæmilega verður farið að vinna á einhverjum tímapunkti. Sýnist þér kannski að það dæmi þau tækifæri séu nær heldur en margur heldur? Ég held að þau séu mikið nær heldur en við höfum talið og sérstaklega eins og með pólsiglingarnar. Ég hugsa að þær taki flug eftir ekki mörg ár og ég held að innan mjög fárra ára þurfum við Íslendingar að vera þeirri gæfu aðnjótandi að gera þetta vel og gera þetta rétt þannig að ekki verði hætt á náttúruvá og þess vegna tel ég að Austurland vera mjög ákjósanlegan kost fyrir umskipunarhöfn fyrir Evrópu og Norður-Ameríku. Það mun leiða siglingarleiðina suður fyrir Ísland og burt frá Regis sem að óhjákvæmilega kemur upp að horni á hverju einasta ári og ég held að það sé skynsamlegt af okkur að beina skipstjórum sem að eru kannski óvanir því að sigla á slíkum siglingarleiðum suður fyrir land frekar en norður fyrir og vestur fyrir. Nú ertu búin að heyra hér á ráðstefnunni svona tónin í þínu heimafólki. Sóknarhugur í Austfirðingum til þess að nýta þessi tækifæri sem þú minntist á? Já, Austfirðingar eru á mörgu sviðum miklu framkvæmdar og það sem einkennir Austfirðinga finnst mér líka að vera að þeir eru óhrættir að takast á nýja hluti. Þeir eru óhrættir við að aðlaga sig að aðstæðum og ég held að það séu eiginleikar sem eru afskaplega nauðsynlegir þegar verið að tala jafn mikla breytingar eins og verða óhjákvæmilega með þessum nýju atvinnutækifærum sem eru að skapast. Þannig að það ríkir bjartsýni? Það ríkir mikið bjartsýni. Ráðstefna Norðurbrúar á Hallormsstað var mjög vel sótt og það greinilegt að það sóknarhugur í Austfirðingum. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra og fyrsti þingmaður kjördæmisins, fjallaði olíuleit á Drekasvæðinu og siglingar norðurslóðir á ráðstefnunni. Hann segir Íslendinga loksins vera að átta sig á hvað í þessu felist gríðarlega stór tækifæri, sérstaklega fyrir Norður- og Austurland. Að það ekki seinna vænna að setja undirbúningsvinnuna á fullan skrið. Raunar voru í þessu tilviki eins og stundum áður með tækifæri Íslands útlendingar fyrri til að gera sér grein fyrir því hversu stórt þetta væri. Við höfum lengi auðvitað orðið vör við áhuga Kínverja á Íslandi og hann ekki að minnka. Þeir koma hér reglulega æðstu ráðamenn í Kína í opinberar heimsóknir. Nú síðast fyrir tæpum 2 vikum leit varaforsætisráðherra Kína eiginlega óvænt við í opinbera heimsókn og leyndi sér ekki á umræðunum að Kínverjar eru gríðarlega spenntir fyrir þróunin á norðurslóðum og framtíðar hlutverk Íslands þar.
Sigmundur Davíð sagði fulltrúa fjölda erlendra ríkja og fyrirtækja sína mikinn áhuga á Íslandi út af staðsetningu landsins gagnvart siglingum norðurslóðir. Norðurslóðamál hefðu að hans frumkvæði verið aðalmálið á fundi hans með Bandaríkjaforseta í haust, þótt sá fundur hafi reyndar orðið frægur fyrir allt annað. En hann sagði Íslendinga vera átta sig á hversu umfangsmikið mál þetta og stjórnvöld muni gera það sem þau geta á næstu árum til að þoka þessum málum áfram. En hann sagði mikilvægt að átökum hvar þessi þjónusta ætti að vera á landinu mætti ekki koma í veg fyrir það að úr þessu geti orðið, því þessi kaka væri það stór að hún geti dugað öllum í fyllingu tímans og jafnvel gott betur. Það mjög mikilvægt að munum auðnist að vinna saman að nýtingu tækifærana í stað þess að vera að berjast hvert og eitt verkefni, hvert og eitt fyrirtæki, því það getur haft afleiðingar í för með sér að þetta fari bara eitthvað annað. Það nefnilega miklu meira en nóg til skiptana. Það nóg fyrir alla á Austurlandi og Norðurlandi ef að þetta fer af stað fyrir alvöru og raunar meira en nóg. Það verður líklega frekar vandamálið ef að þetta fer af stað að það verður umsöfun verða það mikil að það verður frekar vandamál að ná að sinna því öllu. Sigmundur Davíð sagði að þessi þjónusta kæmi til með að hafa víðtæk margfeldi áhrif í samfélaginu öllu. Fasteignaverð kæmi til dæmis til með að hækka, bændur gætu aukið framleiðslu sína og áfram mætti telja. Þetta alveg gríðarlega stórt og myndi breyta landinu öllu en ekki hvað sístu þetta samfélaginu hér þegar og ef að þessu verður. En fyrir vikið þá mikilvægt að hefja strax undirbúning, ekki bara tæknilegan undirbúning, heldur líka velta fyrir sér samfélagslegum áhrifum. Því það miklu þægilegra að gera það áður en að allt fer á fullan skrið. Þegar menn geta í sæmilegri ró rætt hlutina en miklu hagsmunir og öru breytingar ekki að þvælast fyrirmönnum í skipulagningunni. Sigmundur Davíð segir tækifærin felast meðal annars í þjónustu við olíuleit á Drekasvæðinu og hins vegar við fraktsiglingar norðurslóðir sem opnast með bráðnun íss á svæðinu. Olíuleitin ein og sér getur að mati Sigmundar Davíðs opnað Austfirðingum ýmsar dyr. Ef að rannsóknir halda áfram að gefa til kynna það séu verulegar olíu- og gaslundir í auðlindir í íslenskri lögsögu, þá mun það eitt hafa áhrif á möguleikan á fjárfestingu og uppbyggingu í þessum landshluta, á fasteignaverði á fjárhag ríkisins meira að segja. Þau vaxtakjör sem Íslendingum bjóðast við fjármögnun þessara skulda sem við erum að reyna að greiða niður. Þau ráðast af framtíðarhorfum í íslensku efnahagslífi og það ef að 320.000 manna þjóð væri komin með sterk rök fyrir því að verulegar olíu- og gaslindir væri að finna í lögsögunni og það myndi það væntanlega auka lánstraust landsins til mikilla muna og hafa þannig strax mikil bein fjárhagsleg áhrif. Þannig að bara það að menn hafi trúna og setji vinnuna af stað getur leitt til jákvæðrar keðjuverkun. En við höfum líka ástæðu til þess að vera bjartsýn varðandi siglingarnar. Þar reyndar hefur þróunin verið hraðari heldur en nokkurt grunaði. Jafnvel bjartsýnustu menn sem að fyrir 20 árum voru taldir nánast furðufuglar með undarlegar hugmyndir. Þeir held ég hafi ekki spáð því að þróunin yrði eins hröð og raun hefur orðið. Og nú eru Kínverjar farnir að tala að árið 2020, og það ekki nema 7 ár í 2020, innan við það, árið 2020 geti verið að 15-20% af vöruflutningum Kínverja til Vesturlanda fari norðausturleiðina. Yfir norðurskautið og annarkvort fram hjá Íslandi eða með umskipun hér. Allir útreikningar sýna að Ísland kjörstaður sem miðpunktur flutningaleiðana milli risamarkaðana 3, milli Kína eða réttar sagt Austur-Asíu, Vestur-Evrópu og austurstrandar Bandaríkjanna. Og það að vera á þeim stað þýðir að við höfum ákveðið forskot.
Sigmundur vísaði í þessu samhengi til Færeyja. Þótt ekki hafi fundist olía í þarlendri lögsögu hefur orðið mikil uppbygging í kringum leitina og eru Færeyingar til dæmis farnir að þjónusta olíuiðnaðinn í Noregi í miklu mæli. Sigmundur vísaði einnig til þess að Grænlendingar byggju yfir miklum auðlindum sem þeir höfðu í hyggju að líta. Báðar þessar þjóðir hefðu sýnt vilja til þess að vinna með Íslendingum umfram aðrar þjóðir. Þar að auki opnist ýmsir framleiðslu möguleikar í tengslum við siglingarnar norðurslóðir. Hér voru norskir rafmagnsbílaframleiðendur fyrir 2-3 árum. Það eru held ég 3 rafmagnsbílaverksmiðjur í Noregi, en þeir sögðu þá að Ísland væri að þeirra mati besti staðurinn fyrir næstu verksmiðju. Og það er vegna þess að nú er það að breytast sem að áður var mikil hindrun, hvað var það fjárfestingar á Íslandi, erlenda fjárfestingar eitthvað síst, að staðsetning landsins hentaði ekki til útflutnings. Miklu hagkvæmara að setja upp verksmiðju á Írlandi og geta farið þá beint þaðan með varningin til Bretlands eða í Hollandi, í miðpunkti samgöngukerfis Evrópu. En núna er þetta samt að breytast og staðsetning landsins að verða mikill kostur. Og ég hef á þeim fáu mánuðum sem ég hef verið í þessu starfi hitt fulltrúa nokkurra erlendra fyrirtækja með mjög áhugaverð stór fjárfestingaverkefni sem að hafa áhuga á Íslandi ekki hvað síst vegna staðsetningar landsins. Sigmundur bendir á að það taki ekki langan tíma að byggja upp hafnir þegar ákvörðun hafi verið tekin og undirbúningsvinna unnin. Lengri tíma taki hins vegar að mennta fólki í viðkomandi greinum og það sé þáttur sem Íslendingar þurfi að huga að sem allra fyrst. Þá getur myndast hér á Norður- og Austurlandi mótvægi við þennan þunga sem er á höfuðborgarsvæðinu og landið vonandi loksins komist í betra jafnvægi. Sigmundur Davíð lagði áherslu á að Austfirðingar yrðu að vinna saman í að styrkja innviðina. Þeir hefðu sýnt samvinnuvilja í verki meðal annars með stofnun Austurbrúar. Hann sagðist bjartsýnn á að þetta yrði að veruleika og það væri jafnvel styttra í framkvæmdir en marga grunnaði. Þess vegna hvatti hann kjósendur sína á Austurlandi til aukinna barneigna og lofaði stuðningi ríkisstjórnarinnar til slíkra verka. En það sakar ekki ef að menn gætu hvatt fólk til þess að fara að eignast fleiri börn, því að mér skilst að það þurfa að vera 20 ára til þess að fá að vinna á olíuborpalli. Þannig að þau börn sem að fæðast 2014 geta ekki farið að vinna á olíuborpalli fyrir 2034. Þannig að það er stutt í þetta að við þurfum að hefja undirbúning fyrir alvöru á öllum sviðum og við hlökkum til að vinna þá vinnu með ykkur. Já, hann er reglulega hjálpsamur maður, hann Sigmundur Davíð. En að öðru, við sögðum í síðasta þætti frá áhuga Austfirðinga á að nýta Egilsstaðaflugvöll til millilandaflugs í auknum mæli. Þannig mætti auka ferðamannastraum á Austurlandi og leið draga úr trafíkinni fyrir sunnan. Með því mætti spara stækkun á farþegastöðinni á Keflavíkurflugvelli og einnig spara framkvæmdir til að minnka álagið á fjölsóttum ferðamannastöðum sunnanlands. En þeir hafa líka hug á að opna aðra gátt til Austurlands, þá með því að leggja uppbyggðan hálendisveg með bundnu snittlagi milli jökla yfir hálendið. Þannig mætti stytta leiðina milli höfuðborgarsvæðisins og héraðs að stórum mun. Trausti Valsson og Birgir Jónsson, prófessorar í skipulagsfræðum við Háskóla Íslands, reifuðu þessi mál á ráðstefnunni á Hallormsstað. Já, nú er ég á fljúgandi ferð hérna yfir Möðrudalsöræfin. Það er örlítill skafrenningur, en það eru nú ekkert mjög mörg ár síðan að það var lagður heilsársvegur hérna yfir Öræfin. Fram að því þá lokaðist þessi leið á haustin í fyrstu snjóum og það var ekki opnað fyrir en að sól var komin hátt á loft að vori. Og svo var farið í það að leggja hérna uppbyggðan heilsársveg með bundnu snittlagi og þá sögðu nú margir þetta þýðir ekkert. Þarna er slíkt veðravíti að það verður aldrei hægt að halda þessu opnu allan veturinn. Annað hefur komið á daginn. Það hefur gengið greiðlega að halda hér opnu oftast nær þó að gerir náttúrulega hvelli annars lagi þannig að allt lokast. En menn hafi verið að velta því fyrir sér hvort það verið ekki rétt að gera heilsársveg hérna yfir Öræfin. Þegar grannt er skoðað þá er þetta ekkert svo mjög löng leið frá Malbiki sunnanlands og yfir á bundið slitlag hérna á
Möðrudalsöræfunum. Ég held að sé allavega nauðsynlegt fyrir ferðaþjónustuna og þá eiginlega Sprengisandsvegur, sko, hann meiri á svona miðsvæðis, Kjalvegur dálítið vestarlega. Sprengisandsvegur, hann kemur hann alveg eiginlega upp í miðjulandsins og af Sprengisand síðan hægt að fara hvort sem niður í Skagafjörð, Eyjafjörð eða Þingeyjarsýslu og líka að fara bara beint til austurs eða til Austurlands. Þannig að það þarna allsherjar krossgötur á miðhálendinu ef þetta næði fram að ganga. Ég held að það sé langeðlilegast með Vatnajökulsleiðina að bara halda áfram til vesturs og fyrir norðan Öskju og líklega þó fyrir sunnan Trölladyngju og inn á Sprengisandsleið sirka við Þríðning. Þá þetta svona punktur þar sem að 3 landshlutar tengdust. Þá ég held að þessi muni réttja með 38 km niður í Svartárkot og síðan hvort það voru 45 km niður í Nýjadal við sunnanverðan Tónafellsjökul og þá ekki langur spotti yfir á uppbyggðan og góðan veg sko, sem hefur verið gerður á Landsvirkjun vegna virkjanina, það sunnar. Þannig að þetta raunverulega og frá Kárahnjúkum, Þríðningi, þetta rúmlega 80 km. Þannig að þetta ekki verulega mikla framkvæmdir og ekki mikla brúaframkvæmdir heldur. Hvað þetta löng leið, styrsta leið frá uppbyggðum vegi Sunnanlands og yfir á annan uppbyggðan veg norðan eða austanlands? Já, það komin uppbyggður vegur alveg upp að það sem efstu hluti Þjórsár tekinn inn í Kvíslaveitu og Landsvirkjun hefur látið gera upphækkaðan veg þangað upp eftir. Það þarf að vísa lagan, hann ekki alveg fullkominn vegur, það þarf að lagan dálítið en hann samt rís alveg upp úr snjó. Þaðan upp á þar sem Austurlandsleiðin myndi greinast úr, það sko kannski rúmlega 50 km og síðan frá þessari Sprengisandsleið og yfir að Hálslóni, þar sem núna komin upp yfir malbikaður vegur, nálægt 80 km. Og þetta allt saman nokkuð sko auðvelt land til þess að gera vegi á. Þetta tiltölulega slétt og það eiginlega engin gróður þarna og það ágætis vegagerðarefni eiginlega á allri leiðinni sko. Þannig að bara það að geta lyft veginn og þó að það sé ekki bara fet upp úr, þá getur við byrjað að nýta veginn mánuði fyrr á vorin og örugglega dugar hann í mánuði viðbót á haustin. En hins vegar að mínu mati þá þyrfti að lyfta þessu aðeins meira, svona kannski halvan metr meðaltali og þá þetta orðið kannski meiri hluta ársins, þá nokkuð snemma á vorin og langt fram á haustin og þessir vegir gætu þá líka virka sem varaleiðir ef til dæmis eins og vegurinn sunnan Jökla. Það kemur í ljós að ef maður safnar saman gögnum hvenær hafa verið stór flóð á Skeiðarársandi úr Kötlu á þessu svæði, að þá virðist bara að fyrir síðustu 110 ár þá rofnaði eða hefði rofnað ef vegurinn hefur komið vegurinn sunnan Jökla á innan við 15 ára fresti sem kom mér mjög óvart, ég hafði ekki átt að ná því. Þannig að þetta öryggisatriði líka vegna yfirvofandi náttúruhamfara? Já, þetta öryggisatriði á fyrir einmitt sko þessar samgöngur og það alltaf vera meira og meira mikilvægi að hafa samgöngunar allt árið. Sko, menn hrukka ekki virkilega við þegar hringvegurinn rofnaði sko 96, þarna hefði Gjálpargosið, af því að þetta var sent í nóvember en þegar brúan fór yfir Múlakvísl, það var á háferðamannatímanum, þá var alveg hreint bara mikil hróp og köll allstaðar, af því að það varð bara að gera svo vel að redda þessi kvelli sko. Og þetta sé ekki einhverjir dagar sem vegurinn rofnar, ef það á viðkvæmum tíma þá þetta mjög viðkvæmt mál. Þannig þá verður að hafa varaleið. Áttu von á því að þetta fái grænt ljós eftir umhverfismat? Já, ég myndi nú reikna með því og
Sko það því eins og umhverfismat framkvæmt að þá þarf að fara að setja upp ýmsa valkosti, bera þá saman til þess að finna bestu leiðina og við sjáum það að á viðkvæmum svæðum að það oft tekist vel með að leggja veg í landi þannig að það sé ekki spjöll að. Finnst þér kannski að við höfum gengið einum og langt í umhverfisvernd? Já, það nú mitt persónulega álit og ég held að ég áttar mig nú ekki almennilega á því, sko, ég held að við farum nokkuð lengra heldur en flestar aðrar þjóðir í þessu. Og það dálítið skrítið að, og komin í ljós til þess með Hálslónið, að mótmælin voru fyrst og fremst komið sunnanað og það eins og fólk þar margt sko segir sem sagt að þið megi ekki gera framkvæma þetta eða hitt meðan að þegar allt höfuðborgarsvæðið hefur byggst að þá hefur það náttúrulega þarna voru ár og lækir og mýrar og lón og klettar og hólar það segir aldrei neitt. Þannig að mér finnst ákveðið ójafnvægi í þessu að það alltaf þegar á að gera eitthvað á landsbyggðinni þá alltaf komin einhver hópur manna til þess að mótmæla því. Ég hugsa að þetta verði nú alveg heilmikið deilumál, alveg eins og það eru umræður líka jafnvel háspennulínur yfir hálendið. Þetta alveg heilmikið deilumál og það bara undirbúa þetta vel og þetta að fara í umhverfismat og það eitt aðalatriði þessu raunverulega að velja leiðirnar vel. Og þó að menn tala svona mannvirkjarásir yfir hálendið, þar sem menn, og ég heyrði meira sér minnst á ráðstefnunu að já, það verður nú gott ef það á að fara að gera háspennulínu, að gera þá veginn leið, það var svona gefið í skyn að vegurinn ætti bara að liggja meðfram háspennulínunni. Þá ég algjörlega sko, ósammála því, sko, að því þó þetta séu rásir sem eru bara örfáu kílómetra á breidd, þá ætti vegurinn að vera öðrum megin í rásinni en háspennulínan þá svona í hinu jaðrunum og helst að hafa einhvers konar misæður á milli þannig að línan sæjist ekki frá veginum og reyna að velja þetta bara vel. Þetta mikil kunst að velja þetta rétt. Þá eru þeir sem að keyra yfir hálendið eftir veginum. Þeir þurfa ekki að horfa á jöklana sem þetta í gegnum háspennulínu. Það hún bara eiginlega hverfur og þegar hún komin sem kannski meir en 2 kilometrar, 2-3 kilometrar frá þá bara tekur ekki eftir svona háspennulínu nema þessi sérstaklega bent á hana. Hún tekur ekki eftir. Þeir háskólamenn hafa kannað það gaumgæfilega hvaða leiðir hægt að fara hérna yfir Öræfinn. Þeir segja að í rauninni sé ekki bjóðandi upp á þessa tróðninga sem eru yfir Öræfinn í dag. Þetta yfirleitt þvottabretti og þar að auki eru ferðalangar oftast nær að kafna í ryki. Sko, ég held að fólk átti svo ekki á því hvers konar hörmungar ástand þetta í sambandi við rekstur og ferðarþjónustu á hálendinu. Og það hefur komið frá ferðarþjónustu aðilum í sumar sko, neyðaróp. Og það var ráðstefna Kjalveg síðastliðið vor og þar voru rútu bílarekendur og fleiri slíkir. Og þeir segðu að þessi nýju bílar til dæmis með einhverju tölvustýringum á fjöðrun og slíku, að þeir þola ekki þessa vegi. Og þannig að það semst ef við ætlum að auglýsa þetta, sko, og svo náttúrulega annað að þetta eru fyrst og fremst slóðar sem eru sko blautir langt fram á sumar, þegar fyrst eru komnir út úr snjó, upp úr snjó, eða snjórinn hefur tekið nógu mikið upp til þess að hægt að fara þarna. Og þannig að bara með lágmarks umbótum á þessu pínulítilli lyftingu upp á landinu þá þetta með þurrari vegir og snjóri sigtugur ekki onni í slóðanum heldur til hliðana að þá hægt að lengja þetta tímabil með tiltölulega ódýrum aðgerðum þar sem hægt að nota þessa vegi. Það eiginlega hægt að hefla þessa vegi þannig að þetta eru hryllilegustu þvottabretti landsins alla leið alveg frá því þú kemur af vegi með bundnu slitlagi
og ferð sér upp á Hollendi og kemur svo aftur á vegum með bundið slitlagi og þetta er bara ömurlegt. Fyrir einum 2 árum fór ég í mjög nýlegri rútu yfir Sprengisand og það var þessi bara eiginlega djöfulskapur verð ég að segja bara. Það var svo mikil, þvottabretti var þannig að öll rútan víbraði, allar innréttingar og hillur og allt saman, þetta var bara virtist eins og það væri bara detta hreinlega. Og það var að stoppa ykkur rútuna bara svo með einhver smá hvíld, Það er ekki, mér finnst bara ekki nokkuð að bjóða einhverju sem ætlar að upplifa hálendið, upp á svona meðferð, ég verður bara að segja það. Þessu fylgir ofsalegt ryk, allavega ég hef verið heilmikið að vinna inn á hálendinu og það þarf ekki mikla umferð til þess að það sé hreinlega rykský bara yfir ekki bara veginum, heldur öllu svæðinu og stundum þegar maður upp á Sprengisandi, þetta virðist bara ná jafnvel milli jökla, manni sýnist það allavega. Og þeir sem að vinna á svæðinu verða að anda þessu að sér og þetta svifryk sem bara mjög hættulega tilsumana. Þetta eru þessi örsmá agnir sem þú andar að þér en lungun get ekki komið þessu frá sér. Og þetta getur sem valdið mjög alvarlegum lungnasjúkdómum, jafnvel banvænum, eftir 15 ár kannski eitthvað svoleiðis. Þannig að þínum mati það þjóðhagslega og heilsufarslega hagkvæmt að sem fyrst verði lagður hálendisvegur? Já, bara núna menn að keyra yfir hálendið og ég segi bara númer 1 og 2 það fyrsta lagi að losna við rykið, einhvern veginn annað hvort sem rykbinda eða setja bundið slitlag. Og í öðru lagi að losna við þetta andskotans þvottabretti. Það bara gjörsamlega óþolandi.